Ef það voru einhverjar fleiri spurningar á blaði þá núna tækifæri til að koma þeim hérna upp. Annars ætlum við að byrja aftur. Og við hættum svona rétt rúmlega kortir yfir. Síðasti liður á dagskrá samantekt og pallborðsumræður með þátttöku fulltrúa frá Akureyrarbæ, Landspítala, Geðhjálp, lögreglunni og notanda sem eins og ég sagði ykkur í upphafi, Rósa Björk Ágústsdóttir, hún hefur verið sjálfræði svipt. Við erum búin að heyra hér í dag sögur frá fólki sem segir frá eigin reynslu og afleiðingum þess ofbeldis sem að nauðungavistunin felur í sér. Við höfum heyrt frá ættingja og upplifun hennar. Við höfum heyrt frá fulltrúa lögreglu sem að fór yfir fjölda tilvika og heimildir lögreglu til að koma að þessum málum. Við heyrðum frá Sigurði Páli frá Landspítalanum sem fjallaði aðkomu heilbrigðiskerfisins og benti á marga þætti. Meðal annars hérna í samantektinni kom fram að hann og aðri sérfræðingar teldu að þurftu að horfa á endurskoðun laganna. Ester frá Akureyrarbæ talaði samvinnu og fór yfir ferlið sem Akureyrarbæ beitir við nauðungarvistanir og sjálfræðissviptingar. Auður sagði okkur frá aðferðafræði samtals. Það kom fram hér mikið í upphafi hérna í reynslusögunum hversu fólk saknaði samtalsins og svo kom hann Héðinn og það er kannski ekki einfalt að ná utan erindi hans í stuttu máli en fjallaði meðal annars mikilvægi mannvirðingar og sagði okkur stuttlega frá því að það hefði verið óformleg vinna í gangi við að undirbúa endurskoðun verklags og laga. Þetta málþing var ætlað eins og framkom sem innlegg í vinnu við endurskoðun þessara laga og innlegg í að endurskoða verklag og framkvæmd. Mér langaði til að byrja á því og ég ætla að standa hér og síðan eru fulltrúarnir hérna í pallborðinu. Ég ætla að spyrja hérna nokkra spurninga, fá fram þannig umræður og síðan eru hérna spurningar sem að komu utan úr sal. Mér langar til að biðja hana Rósu Björk sem svo eina sem hér í pallborðinu sem ekki hefur talað í dag. Mér langar til að byrja á því að spyrja hana. Nú hefur þú verið sjálfræðissvipt. Þú ert búin að hlusta á þessar umræður hér í dag og þau sjónarmið sem fram hafa komið. Þegar þú hugsar þína reynslu og það sem hér hefur komið fram, hverju finnst þér að þurfi að breyta? Það ansi margt og ég þegar ég var beðin að koma hingað í gær þá fór ég að hugsa málið og hérna bara já, ég hef svo sem ekkert þetta að segja og eitthvað þannig sko og svo spurðið þú mig hérna áður en ráðstefnan hófst hérna þú veist ég kem til með að spyrja þessara spurningar sem hún spurði mig núna og ég hugsaði með mér já, ég hef svo sem enga skoðun á þessu. En svo sannarlega eftir að hafa hlustað á alla hérna í dag þá hef ég og hef haft mikla skoðun á þessu, bara einhvern veginn ekki náða að finna hana. Og þar kannski ber helst að þegar einstaklingur eins og ég var svipt sjálfræði fyrst 1997, 18 alveg að verða 19 ára og ég fyrrverandi fíkill og óvirk. Og búin að neyta mikið af amfetamín og öðrum efnum. Þegar ég kem inn á geðdeild sjálfviljug, foreldrar mínir hjálpaði mér að komast þangað inn og ég sjálfur sér búin að vera með mikla ranghugmyndir í langan tíma. Áttaði mig ekki alveg á hvað ég var að gera þarna, ég held þetta væri bara meðferð og ég fór á 33A og ég man ekki alveg hvernig þetta var en ég held að það væri fyrst beitt 48 tímum og ég hef séð sko skjal þar sem að stendur frá lækni sem hafði hitt mig einu sinni að hún gat séð á mér að ég væri líklega geðklofi og að komandi úr svona mikilli neyslu, hvernig gat hún séð það? Lyfin ennþá að fara úr mér sko. En það sem að gerist það að svo vill ég fara
en mér ekki hleypt út og það beitt þessari nauðungarvistun í 21 dag. Og ég lokuð inn á skamlegg, eins og það heitir, eða B-gangi í 21 dag og ég fekk ekki að hitta foreldra mína. Ég fekk ekki að hitta neitt sem ég þekkti og ég þurfti að taka lyf. Það var enginn sem og ég hataði sko lyf. Þú veist, ég elskaði eiturlyf, en ég hataði töflur af einhverju ástæðu. Það var enginn sem sagði við mig sko, þú mátt segja nei við þessu lyfjum. Ég var ekki ofbeldishneigð þá, ég var ekki með sjálfsvígshugsanir þá, en mér var sagt að ég yrði að taka þessi lyf. Og ég náttúrulega tók þau. Og mér versnaði, og mér versnaði, og mér versnaði. Á þessum 21 degi, ég man rosa mikið frá þessum 21 degi vegna þess að ég skrifaði niður. Ég skrifaði niður hugsanir mínar. En það líka þetta að, þú veist, ég var þarna í 21 dag og ég var, þú veist, fíkill og ég reykti sígarettur. Og ég hitti eina hjúkku hérna niður á Klósti áðan sem var starfsmaður á 33A. Hún leyfði mér að reykja eina sígarettu inn á baði. En svo var eitthvað sem kom til hennar og sagði, við leyfum þetta ekki hérna á 33A, eða eitthvað þannig. Og ég fekk ekki að reykja í 21 dag. Og ég fekk ekki að fara út. Og hvað það? Enn þann dag í dag eigum við engan stað fyrir fólk sem í miklu geðrofsástandi að fara út. Hvað það? Þannig að það eitt af því sem þú myndir vilja breyta? Algjörlega. Og ég menntaður sjúkraliði í dag og fekk að fara á geðdeild og vinna þar í starfsþjálfun 2010. Ennþá sama staðan. Ég held að er það nokkuð búið að breyta síðan þá, 2010. Er komið? Ok. Já, ok, það er þá gott að heyra það, en mér hefur fundist svona fólk sem mjög veikt, það má ekki sjást, sko. Það höldum við bara eitthvað staðar í burtu. Og þú myndir vilja breyta því? Já, en það er greinlega búið að breyta því sem frábært. Og ég vona að það sé bara alls staðar. Allir fá að fara út, þú sama hversu veikir þeir eru. Og vonandi líka búið að breyta því að ég fekk ekki að hitta foreldra mína. Ég man að mamma mín var brjáluð. Og ég er búin að koma inn á þetta með lyfin líka og það er eitt kannski líka sem ég myndi vilja breyta og það er að breyta geðlæknum bara. Og það er það að þeir sko hætti að vera svona rosalega vísindalega sinnaðir. Nákvæmlega mér finnst bara frábært það sem að hún Auður var að koma með. Þú veist bara hvernig væri að geðlæknar myndu aðeins opna hugan sinn. Og bara, þú veist, getur verið, af því ég man þegar ég var að tala mína ranghugmyndir við geðlæknin, að hann bara, af því ég segi ranghugmyndir, en svo las ég þær allar í bók, andlegri bók. Þú veist, hvað er það? Þannig að, já, þetta er svona kannski það helsta sem að ég myndi vilja breyta. Já. Þakka þér fyrir. Áður en ég fæ að halda áfram með spurningar, það eru gott að vera fundarstjórn, það fær maður að stjórna því eins og mjög bent á aðan. Það kom spurning úr sal og henni er beint til fulltrúa lögreglunar. Spurningarnar eru raun og veru tvær en tengjast. Þær eru svona, mæti lögreglan til sjálfræðissviptinga, einkennisklædd og á merktum lögreglubíl. Og næsta spurning, er möguleiki á að breyta þessu í óeinkennisklæðnað og ómerkta bíla? Já, ég get svarað þessu. Yfirleitt er það þannig að það eru einkennisklæddir lögreglumenn á lögreglubílum merktum sem að fara í þessi verkefni og það er í sjálfu sér hægt að skoða það hvort að við getum gert það með öðrum hætti, en við erum hins vegar ekki með slíka bíla til taks ómerkta sem gætu sinnt þessu með þeim hætti sem að í sumum tilvikum þarf að gera það. Takk. Hér kom líka önnur spurning og hún kannski er ekki endilega til fólks hér í pallborðinu, en það er spurning hvort að þið hafið innkomið á þessu og þá bara bendið mér á það. Hún snýr að því sem að þú sagðir, Sveinn Rúnar, sáttmála réttindi fatlaðs fólks, Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, grein 12. Þú varst að hugsa, þú sagðir að lögin eins og þau eru núna brjóti í bága við sáttmálann.
og það sem að þú varst með þar, bara svo ég taki hérna það sem að þú varst með til að vitna í, er það ekki bara best? Article 12 recognizes their equal right to enjoy legal capacity in all areas of life, such as deciding where to live and whether to accept medical treatment. Það er að segja að greinin fjalli það að fólk eigi rétt að ákveða hvar það býr og hvort að það samþykki meðferð. Þetta var líka hlut til það sem að Héðinn kom hérna inn á áðan. Spurningin sneri sem sagt að því hvort þetta brjóti í bága við lögin eða það sé ekki samræmi milli lagana og þessar greinar í þessum sáttmála. Er ykkur hérna í pallborðinu eða annar staðar sem getur bara hér? Já. Það er stimpil, sko, leið og geðlæknir setur á því stimpil greiningu að það er hægt að taka því borgarlega réttindi. Ég finnst það svolítið alvarlegt mál að það er ekki sama staði við lögum, það greinir sig í sama staði við lögum, en raunin er ekki svo. Þetta er hópur sem er ekki með sömu stöðu lögum. Ég geti sagt að sé hérna, þetta réttarvegni, en þetta er staðan. Það er bara svona. Sigurður? Sko, mér finnst þetta að vera svolítið spurning hvernig við túlkum það. Það er ekki spurning að ef geðfatlaðir fengju mjög góð úrræði í samfélaginu, þá myndi miklu sjaldan þurfa að deyta. Mér finnst það grundur. Mér finnst ekki svona greiningu. Greiningin er ekki málið. Málið er áhættumat, viðkomandi er hættu sem það fer eftir í þess að aðbúnað og hjálpa fær. Það hangir mikið saman við aðbúnað, skilningin á aðstæður og hvers konar þjónustu og það er það sem ég veit núna að blanda svo ekki saman, en gott lýsandi dæmi var ekki endilega að gerðsku, bara síðast það var gerst í Hafnarfirði. Þessi aðbúnaðarleysi, starfsfólk vantar, þú ert að beita nauðung. Það sama getur gerst hjá geðföllum. Þau fá ekki réttan aðbúnað, hjálpstuðning kemur fyrir og þá er hættan að sé reynt og oft á nauðungum. Það er lýsandi dæmi. Þannig ég held að við hefum það sameiginlegt markmið að þjónustan verði í nærumhverfi og við þurfum ekki að beita þessu. En alveg þegar geðgreining sem slík, hún réttlætir ekki nauðung, heldur er það alvarleiki málsins og það er yfirleitt sem knýr á er viðkomandi þannig að hann verður að fá hjálp, hann er á sælálsöp eða öðrum hættulegum. En hugsaðu, það er sjálfsögur öðrum hættulegum. Það er líka beinu samræður þann stuðning og aðbúnað sem hefur. Því það hangir allt saman. En við vitum það ekki Sigurður, hvað stórt hlutfall þeirra heildar sem er nauðungarhúsnæði er annars vegar geðfatlaður, en sko hinn sem er annars ekki geðfatlaður, það er mjög stórt hlutfall, við vitum ekki hvað er hátt, sem er ekki geðfatlaður. Þetta er fólk með geðraskanir en er ekki geðfatlaður svona skilgreining. Það er þessna svona samningu samninguna, menn líka réttur þeirra sem er geðfatlaður fram, á meðan ég veitum stórt hlutfall líka sem er nauðungarhúsnæði en er ekki geðfatlaður. Ég held að við gildum alla fatlaðanir í raun. En þetta náttúrulega líka var það sem þú komst inn á áðan Héðinn, mikilvægi þess að safna saman upplýsingum. Við þurfum að hafa tölunar. Já. Tala hátt. Það er þessi þörf kerfisins í heilbrigðisþjónustuna fyrir að geta beitt sjúkling valdi. Það kom fram hjá Sigurður að ef að það kæmi fram í ferlinu sálfræðisveitingu að viðkomandi væri tilbúin að byggja hjá, að þá gæti málið niður. En svo kom fram í mínu máli, þá er þessu alls ekki svona farið. Og í síðustu sögumeiningu 85, þá rak ég auðvitað í gær, því að það fletta eftir þessar sjúkraskýrslur, að ég virtist hafa munað á. Bróðurinn sem var mér fyrir það, hann rifjaði að ég hefði munað alveg rétt. Ég hefði komið sjálfvilju, en deildin neitaði
fyrst að 99% fólks á geðsvíða kemur sjálfviljugt og á að koma þannig. Hitt að vera algjör undantekning. Og það er einmitt það sem að við erum að hluta til að fjalla leiðir til þess að fækka þessu eins og hugmynd sem að kom fram hjá Auði og síðan ef að þetta er talið á endanum eina úrræðið, ef að það er staðurinn þannig að það sé eina úrræðið og það er náttúrulega líka umræða sem hefur farið fram hvort þetta yfir höfuð að vera úrræði. Ég fekk smá komment frá þingmanni sem er inni, Elínu Hirst. Hún bað mig að koma því á framfæri að hún vildi fyrir sitt leit úrbætur í þessum málum og myndi vinna að lagabreytingum sem þingmaður. Og lögin eru náttúrulega náttúrulega grundvöllurinn og mér fannst það að komið fram mjög víða hér í dag mikilvægi þess að breyta lögunum og það er klárt að þetta sem hér verið rætt í dag er innlegg í það. En það sem ég langar að spyrja ykkur og biðja bara alla að kommentera á það áður en við hættum. Breyting á lögunum er eitt, en verklagið er annað. Það hvernig unnið er með mál. Þið vitið hvað er gert og hvernig innan þessu ramma sem við nú höfum að því að lagabreytingarna taka tíma. Hverju getum við breytt til þess sérstaklega að breyta þessari miklu ofbeldisupplifun sem við höfum heyrt hér í dag og upplifun fólks, þið vitið, lýsingar á því þegar að lögregla kemur, upplifun á því hversu niðurlægjandi það er að ganga langar leiðir í handjárnum. Er eitthvað í verklaginu okkar sem við getum gert, vegna þess að verklagi getum við breytt miklu fljótar en lögum. Mér langar bara að fara línuna og ekki bara biðja þig að byrja, Ester, af því þú hefur ekki tjáðið núna hér í pallborðinu, biðja þig að byrja. Já, við svo sem komum voðalega lítið af verklagi inn á sjúkrahúsi og hvernig það er gert. Við í rauninni erum þá bara í rauninni að tala verklagið okkar að ég held að það sé mjög mikilvægt að félagsþjónustan komi að þessum nauðungarvistunum til að létta í rauninni álagi af fjölskyldum. Að það sé bara alls staðar á landinu og það sé gert svoleiðis. Takk fyrir það. Stefán? Já, ég held að það sé áhugavert að velta þessu fyrir sér út af því að við höfum heyrt á séð hér í dag að það er hægt að hafa mismunandi verklag. Ef við bara skoðum fyrirkomulagið eins og það er á Akureyri og á hugmyndafræði sem þar er á bakvið. Það verklag rúmast innan gildandi laga og ef að það virkar og hefur þessi jákvæða áhrif gagnvart aðstandendum, þá ættu aðrir landshlutar og sveitarfélög og stofnanir að geta tekið þetta upp sömuleiðis. Hvað varðar verklag og aðkomu lögreglu að þessum málum, þá eins og ég fór yfir, þá er það sjaldgæft að lögreglan komi að þessum tilvikum 4 til 10 sinnum á ári þar sem að lögreglan er beinlínis fengin samkvæmt lækni til þess að flytja mann nauðugan á sjúkrahús. Ég get fullyrt það, annars ég sé með nákvæma tölfræði fyrir fram mig, að í meiri hluta þessara tilvika þá er ekki beitt vald í þessu eiginlega valdi að taka fólk, setja það í handjárn og flytja það í lögreglubíl, heldur reynir lögreglan eins og hún getur að tala fólk til, fá það til sín og með sér með góðu eins og Fanny var til dæmis að lýsa hérna áðan. Það er hins vegar ekki unnt í öllum tilvikum og ef að einstaklingurinn er í þannig ástandi að hann ræðst á lögreglu eða aðra sem eru þarna, þá er ekki annað úrræði sem lögreglan hefur heldur en að beita handjárnum þar til að viðkomandi er komin í örugga höfn inni á sjúkrahúsi. Ef að menn hafa einhverja aðra lausn, þá hlustum við mjög fegin á það. Takk fyrir. Sigurður Páll. Mér finnst alveg ljóst að þetta er mitt stóra máli. Það er ekki svo stór breyting á lögunum sem það er að gera. Það er aðalega einmitt þetta verklag og gæðaferðlar innan stofnana sem greinilega hafa verið gagnrýndir og margt sem þú varst að segja hérna áðan, það er bara eitthvað sem við kannumst ekki við að eigi að geta gert til þess að banna ættingum að koma að leyfa fólki ekki að reykja. Við höfum verið gagnrýnda mannréttindanefndinni en á Kleppi það vantar garð að vinna deildina og það stendur nú til bóta en það er svona hlutir sem er hægt að lagfæra þannig að það er gífurlega margir bara að til öð sem við erum að vinna og við erum alltaf með gæðaráð og við erum sífellt að taka ábyrgðum en það er þessi stóra mynd. Svo vil ég hrósa Akureyrarbæ að það er bara gífurlega mikilvægt skref fyrir sveitarfélög önnur
en þið farið eins og þið gerir og lýsið þetta inn á sjúkrastofnun og takið ákveðna byrði af rættingum vegna þess að þetta er alltaf það sem ætti að vera og þetta er líka góð rannsókn og undirbúningur og réttlæting fyrir inngripinu. Það sem við læknar erum átt að upplifa að við erum að þrýsta á félagsmálayfirvöld að taka þessi hlutverkrættingja en það er við sem erum bæði að biðja og líka beinandi sýkningar með okkar geðvottorði. Þannig að þarna er bara fullt af hlutum sem hægt er að lagna með ákveðinni svona góð undirskoðun í sátt við alla. Og ég veit einmitt að það hafa verið gerða breytingar fyrir Reykjavíkurborg þannig að ef að óskað er eftir því að velferðarsvið komi inn í þessi mál þá gera það þannig að ættingjar þurfi ekki að koma að þeim. Rósa. Já, ég er svolítið stressuð sko. Mér finnst það bara skrítið að vera komin hinum einn við allt saman. En ég var sem sagt bara ég var sem sagt svipt frá 1997 til 2002. Það er upplýsingar það ég ger hjá héraðsdómi. En málið það að ég var geðklofi sem á að vera ólæknandi en ég læknaði mig og ég læknaði mig sjálf. Læknirinn minn sagði en læknirinn minn vildi ekki hjálpa mér. Hann sagði, þú veist, þú mátt sjá þetta sjálf. Þú mátt sjá sjálf að trappa þig niður. Það var eftir að ég hafi skipt lækni af því hinn sagði bara nei. Þú munt veikjast, ég veit það. Rannsóknir sýna það. Og með þetta að ég held að það sé ótrúlega margt í þessu verkferli sem á breyta og komið inn á margt af því hér, en þú veist, það er ekki nóg að tala um það. Það þarf að gera eitthvað. Og þú veist, ég hef átt með draum frá því að ég var veik af geðklofa og læknaðist að opna minn eigin spítala. Og ég hélt það til þess að maður var geðlæknir og var alltaf á plani en ég gerði það ekki og var geðlæknir. Ég get samt alveg stofnað spítala, sko. Ef ég á pening, get ég það bara. Og einmitt, sko, eins og heimurinn, sko, eins og er að gerast í mörgum löndum, er þetta sem að Auður var að tala um. Þú veist, þetta er svo geðveikt. Þú veist, ég segi bara geðveikt. En það er ekki nóg að tala um hlutina, það þarf að gera framkvæma og það er bara ótrúlega margt og ég er mikið vita á því, sko. En það er einmitt þetta að gera og nú erum við komin að lokum þessa og þess vegna þegar bjóðum þér Hrannar að vera síðastur á mælindarskrá hérna í pallborðinu til að spyrja hvað er hægt að gera strax og hvað skref ætlar geðhjálp að taka? Getur þú sagt okkur það aðeins? Það er mjög stórt skref að vera í samfélaginu allir fá að tjá sig. En ég veit ekki, kannski þurfum við bara að varnarmanda að viðkvæmlega gröðkæða. Það sem hún er að segja, þetta, ég er búin að heyra þetta aftur og aftur. Þetta er, ég má tala í fjöldafólk, hér á landi og út víðum heim. Fólk sem er á bata. Mér var, sko, allir sem var á bata á þetta að gera það, hvernig það er gegnum sín persónulega ákvörðun. Það er bara þannig. Og að læknar leyfi sér að segja þetta við fólk og það er rangt, það er mannskemmandi og þið eigin ekki að gera þetta. Þetta, sko, horfið á hana, horfið vel á hana. Hún er hérna í dag, hún er heilbrigð. Þetta er lifandi sönnur þess að geðklofi er ekki eitthvað annað sem við kannum leysa. Það er fjöldamörg dæmi þetta og það er ekki hægt að segja þetta. Sama hvað tímaverðin segja, horfið á fólk. Ég verð reiður vegna þess að þetta er að eiga við líf fólks. Þetta er ekki hægt og ég segi bara, við þurfum að mynda, þetta er önnur tegundar einhverstað sem er að eiga við völdin og við þurfum bara að mynda okkar svona varnarbandalag. Við svona með viðkvæmum sögum. Við erum aldrei að loka, við erum að ljúka, eitthvað alveg mjög sérstakt. Það viltu vera með í varnarbandalaginu. Guðmundsarvegi er fyrtastur á réttarvörðunsfjörðunum á Reykjavík og ég held að mjög fróðilegt að hafa setið hérna. Ég held að sé svolítið fyrir því sem að hér Þorsteinsson sagði að það er mikla tilfinningar í gangi varðandi þessi málefni. Það er líka rétt sem Sveitur sagði að hann hefði ekki verið orðinn prestað í stað fyrir að hafa 4, 5, 7 manns til yfirflögur, nú er það náttúrulega 4. Mér finnst svolítið verið ráðist á geðhræðslega. Ég er ekki algjörlega sammála því sem að hér er
er nú upplunaröðungum. Það er engin geðhjúkrunarfræðingur hér á Borgarhólmi og geðlæknir í rauninu hann samþykkir að maður sé nauðbrauðsstaður en þetta er hjúkrunaraðgerð þegar komið inn á spítalann. Og ég kenni og við vinnum með það að ofbeldi gerist í samskiptum. Við kennum ekki að yfirbuga fólk. Við kennum það að það er það síðasta sem við verðum að gera. Við kennum að starfsfólk á fyrst og fremst að vinna með fólki í samskiptum. Það er okkar. Og ef það er skoða geðsviðið síðan 97 sem ég byrjaði, þá er það að tala svart gegn. Og ef það svona umræða á í gangi, þá ger ég þá kröfu að það sé geðhjúkrunarfræðingur sem er í þessum málum. Þannig að þegar á næsta málþingi að þá eigi geðhjúkrunarfræðingur að vera til staðar til að koma inn. Það er mjög góð ábending til geðhjálpar. Ég vil líka vera bend á það að meðal annars Sveinn Rúnar, hann talaði mjög fallega geðlækna og geðhjúkrunarfólk, almennt starfsfólk og þannig en auðvitað er, og sjúklega, auðvitað er þetta alltaf flókið að vera kerfið og vera þeir sem er í þessari stöðu, en og ég fá hérna bara eina setningu. Ein setning Ég er búin að vera aðstandi í 50 ár. Og ég ætla að segja ykkur bara það að við gerum bandalag, við gerum hérna sama bandalag, við ætlum að bæta þetta. Það er til vor. Við erum búin að breyta öllum mögulegu og ég breytti til dæmis Þroskahjálp og öllu því sem því tilheyrði. Við höfum þar fyrirmyndir. Það er til vor og ég á dreng sem var fyrir 3 dögum 50 og hann er að verða heilbrigður, hann er með geðklofa, það er til vor og við höldum áfram. Takk. Ég bið geðheilbrigðisfólk í salnum afsökunar á því hvað ég var hvatyrtur og reiður. Það kom upp í mér litli reiði drengurinn sem var særður fram með ofbeldi. En ég bara minni þennan fund á það að það eru til 2 mjög merkar samanburðarrannsóknir á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar einmitt geðklofa það sem sýna að horfur slíkra sjúklinga eru betri í 3. heiminum heldur hérna hjá okkur. Þannig að það er eitthvað sem við getum lært frá 3. heiminum líka og ég legg til að sú reynsla verði tekin inn í varnarbandalagi. Það er allir hér. Tala valskefna, að tala þjónustu, sístu þjónustu, að bæta hann saman. Þjónustuna og ég ætla að ljúka þessu með því sem að Hrannar sagði hérna í upphafi. Það kom ekki fleiri spurningar. Ég fekk ekki spurningarnar. Fórum spurningar. Salnum fær til að spyrja. Já, við þeirri ábendingu hér með komið á framfæri til skipulegginna málþinga. En Hrannar byrjaði á mikilvægi samtalsins og það er það sem við erum að gera í dag.